Góðan dag og velkomin í Gunnhan Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég bý í Kópavogi, er textílkennari og hef verið það í 30 ár. Ég hanna og vinn undir merkinu Gunnhan. Þessi þættir mínir hér á YouTube, þeir koma inn vikulega og alltaf á sunnudögum. Ég er með eitt klára verkefni sem ég ætla að sýna ykkur núna og það er tuðra. Þar sem ég notaði gamlan útsaum úr Stórhöfða. Hérna, skellti ég á slétt flauels og fóðrið hafði það svolítið svona brjálað aðeins að poppa þetta upp. Hérna lét ég rönguna snúa út, var að tala hérna seinast þegar ég var að sýna ykkur þennan útsaum úr Stórhöfðanum, að þá var þetta orðið svo upplitað, allar útsaumur, en á röngunni þá komu allir litirnir í ljós og ég leyfði því að vera snúa sem sagt fram núna. Ég er að prjóna sokkana í sokkaáskorunum minni og ég er búin með eitt sokk, það er þessi hérna. Munstrið hérna sem að fer alveg niður hérna ristina og kemur svona smá hérna fyrir ofan hælinn. Þetta var svolítið vesen að gera þessa sokka. Ég held ég hafi byrjað á þeim 3 sinnum. Ég byrjaði fyrst á að nota bara hérna marglitagarnið. Komst að því að þegar ég var komin, var búin að gera hælinn, ég sýndi ykkur þetta seinast, en sem sagt ég komst að því að þeir voru of litlir, þannig að ég þurfti að rekja það allt upp og setti annan þráð með þessu marglita og þannig að núna passaður alveg perfekt á berglindi. Þannig að þá er bara að gera hinn sokkinn og leyfa svo bara að fara að nota þetta. Mér finnst ágætt að hafa sokkana ekkert alltof háa upp. Maður er oft í buxum eða leggings eða eitthvað svona og þetta þarf ekkert að vera eitthvað ná upp á kálfann. Þetta er bara fínt svona. Ég fekk fyrstu sendinguna í sokkaklúbb 2021 hjá henni Sveini Björk, núna í vikunni og mikið var það nú fallegt. Sjáu þið. Þannig að þetta er sett svona saman. Og hún lætur fylgja með uppskrift af sokkum þar sem að þetta er notað í stroffið, hælinn og tána. Ég veit ekki alveg hvort að ég notaði það þannig, en þessi verða mjög fallegir. Þegar ég er að prjóna svona sokka, að þá er þetta svo lítið og hendurnar svolítið kreftar. Og það sem ég er í vesinni með hendurnar á mér, að þá langar mér svolítið að fara að prjóna peysu eða eitthvað þar sem ég get bara verið svona meira afslöppuð. Verið ekki bara með sokkaprjóna, nokkra lykkjur. Og þannig ég held að ef ég fer að prjóna peysu líka, að þá get ég svona skipt á milli og það verði betra. Þannig að ég fór að kíkja á bækur hjá mér, hvort ég ætti ekki einhverja uppskrift sem mig langaði að prjóna. Og líka að nota þessar bækur sem maður er að kaupa. Ég var búin að sýna ykkur þessi hérna. Ég finnst þessi svolítið smart og var að spá í þessi er þess að prjónuð úr tvöföldugarni. Ég á Ísager alpakagarn. Þetta er þó nokkuð mikill slatti en ekki nóg í peysu til þess að hafa þráð með öðrum litum. Þannig að ég ætla að athuga í Ömmu Mús sem að selur Ísagergarnið, ætla að athuga hvort að þau eigi meira af þessu. Þannig að ég geti fengið þá eins og ég þarf í peysu á mig, svona áður en ég byrja. Hérna er ég með fullan svona poka af alls konar hnyklum, alls konar lit. Og ég var að spá í að nota kannski þetta með alpakagarninum. Þetta er svona af því að ég hafði prjónað peysu eftir Stephen West, Marled Magic held ég að hún heiti.
og ég kláraði hana og sérst ég prjónaði hana úr tvöföldu þessu garni. Ég kláraði hana, fór í hana, notaði hana aldrei af því mér fannst hún vera allt of þykk og þung og hún var bara ekki að gera sig. Þannig að ég rekti hann upp. Og allt sem er hérna í pokanum, þetta er það sem ég hafði prjónað í peysuna. Og þó að þessi peysa sé bara í 2 litum og þá finnst mér allt í lagi ef að þessi þráður fari alla leið, þú veist, alltaf með, en ég skipti svo liti. Ég skipti svona marlaði þetta einhvern veginn saman. Ég held að það getur komið svolítið vel út. Allavega að prófa það. Og mér finnst þetta að vera svona prjón sem að mér langar svolítið mikið að prófa. Þetta er munstur svona sem ég hef aldrei gert áður. Og þessi er prjónuð ofan frá og niður. Þannig að það verður mitt svona þing núna. Mér finnst þetta, já, mér langar að prófa þetta. Og kannski kemst ég að því að þetta sé bara, hendi mér ekki eða eitthvað, þá er það bara þannig. Ég fór líka, ég á, hvað heitir þetta, Jak og Yeti, eftir Annette Danielsen. Og þar sá ég peysur, 3 peysur sem að ég gat alveg hugsað mér að gera. Þessi er svona mjög einföld. Þessi finnst mér líka mjög falleg. En hún svipar svolítið mikið til Mithril peysunar sem að ég var að klára daginn. Þannig að þetta er kannski full líkt. Svo var önnur sem er, skulum sjá, taka þetta sem er þessi. Þannig að þetta eru svona 3 peysur sem ég gæti alveg hugsað mér að prjóna notandi þá alpakagarnið frá Isager og þetta. Þannig að ég ætla svona spá í þetta núna í vikunni og ákveða mig hvaða peysu ég ætla að prófa að prjóna. Páskana fyrir 2 árum síðan að þá settist ég niður og fór að vinna úr þessu garni þessa peysu Marl Magic og kláraði hana þetta í páskafríinu. Ég satt bara og prjónaði og prjónaði. Og þessi peysa er þannig að það er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Þú gerir ákveðin flöt í peysunni og svo kemur byrjar einhverstaðar annar staðar með öðruvísi prjónaðferð og öðruvísi garni og svona. Þannig að þetta var svona, já, og þetta var, mér fannst þetta alveg vera núvitund í þessu. Ég sat eiginlega bara svona svolítið, þú veist, inn í mér og var bara að hugsa í litum og hvað ég ætti að gera næst og hvernig þetta væri og svona. Þannig að þó að ég rekti peysuna upp, að þá fannst mér bara það að hafa prjónað hana og eiga þennan tíma í núvitund þar sem að ég var svona bara, já, svolítið inn í mér, að það hafði alveg bara þjónað sínu tilgangi. Og þetta var eitthvað sem ég þurfti á bara að halda í þessu páskafríi, að geta kúplað mig svolítið út bara og setið bara í mínu stól og prjónað og spáði það sem ég var að prjóna. En ég þarf náttúrulega að gera eitthvað úr þessu garni, þannig að nú er komin tími á það. Hafði hugsað mér, þar sem að þetta er svona frekar fingert garn, þetta er á prjónu númer 2,5, eitthvað svoleiðis, 2,5, 3, að ég yrði nú alveg brjáluð ef ég ætlaði að fara prjóna heila peysu á mig á prjónu númer 3. Þar sem að ég þarf nú svolítið stóra stærðir að það, ég veit ekki hvort ég myndi nenna þessu. Og en ef ég set alpaka með, og ég held að það nefnilega myndi koma svolítið vel út, þá get ég nota grófari prjóna. Að ég ætla að prófa þetta
og þetta verður þá bara að taka allar mér, eða fyrst fram á vor, það er bara allt í lagi, ég þarf ekki að vera eitthvað að flýta mér með þetta, en ég vil, sem sagt, ég vil fara að nota allt þetta hérna. Ég ætla að setja mynd af því núna af hrúgunni, svona þá sjáu þið svolítið litina sem að ég hef úr að velja. Ég hef búin að vera svolítið lengi í því að endurnýta hluti og geyma eitthvað til gömul föt eða eitthvað textíl eða garn eða eitthvað svona sem að ég gæti hugsanlega nýtt síðar, og það hafa líka margir komið með til mín, til dæmis gallabuxur eða einhver föt sem að eru svolítið svona sérstök og athuga hvort að ég gæti ekki nota það. Ég er búin að vera að gera svolítið úr því, sauma mér og vinna úr því, og til dæmis er þetta sem að ég er í hérna, þetta er gamall dúkur sem ég átti og hann var svona bleikur með blómum, en ég litaði hann og saumaði mér þessa mussu, og framan á ermunum þar setti ég blúndu sem ég litaði sjálf. Þetta var bómulladúkur, þannig að þetta er bara mjög þægilegt að vera í þessu. Ég var búin að segja ykkur frá gatspottunum sem að ég var búin að safna saman í poka núna bara í nokkuð mörg ár. Nú er búið að vera að kemba það og ég fékk lánað kembivél, af því að ef að ég hef verið að prófa að spinna þetta á rokknum, og þegar þetta er svona allt í svolítið svona tæjum eða svona sérflöffum, að þá er pínu erfiðara að spinna þetta heldur en þegar þetta er svona samhangandi. Og ég var svo heppin að ég fékk lánaða kembivél og get sett sem sagt þetta inn í kembivélina og fæð þá með því svona langa renninga sem gera það verkum að mér gengur miklu betur að spinna úr því. Er ekki alltaf að slitna og svona. Þannig að það sem að ég er nú nýgræðingur í því að spinna rokk, að þá þarf ég nú að hafa þetta svolítið pottþétt. Já, ég ætla að vera að gera núna á næstunni, og vonandi þá get ég gert mér peysu eða eitthvað úr þessu garni sem að ég bý mér til, peysu eða sjal eða eitthvað. Það kemur í ljós hversu mikið þetta verður. Já, ég veit ekki alveg hversu þykkt þykkt garni verður og hvernig þetta kemur bara í ljós. En það sem ég mun gera úr þessu garni sem ég á eftir að búa til, að þetta verður allavega litríkt. Ég get lofað ykkur því. En ég ætla að sýna ykkur núna, taka upp smá myndband af því þegar ég er að fara að setja þessi flöff í kembivélina og hvernig kemur út úr því. Það er ekkert allir sem gera það er ekkert allir sem eiga svona kembivél, og ég fékk hana lánaða núna og ætlaði þá svona aðtöga hvort ég myndi kaupa mér sjálf svona vél, eða hvort að kannski er þetta eitthvað sem að ég nota ekki það mikið að ég gæti þá kannski bara safna saman og fengi hana lánaða svona af og til. En ég held að þetta sé þá bara komið hérna hjá mér í dag, og ég þakka ykkur bara fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.